mig þá Einar áttavelti skára sko. Ég einu sinni í viku, ég get ekki verið að byrja að tjúra. Svona ákveður uppbyggingi í þessu? Nei. Ég veit ekki. Það bara mínút eftir. Mér finnst þetta að vera svona smá svona eins og þjóðsöngur eða eitthvað. Já, þjóðsöngur risaði það. Klukkan orðin 4 og það föstudag sem þýðir að FM 95 blöður hafið göngu sína. Það hár rétt. Elsku, hlustendur mikið óbóttlegri búin að sakningar. Herru, við skulum velja annar lall að opna næsta þátt. Já, þetta bara ekki hægt. Þetta var skelfilegt. Ég veit ekki hérna, ég tekið á mig. Já, en sannur heiður að vera mættur hérna. Já. Mjög skrítið að vera ekki lengur daglega í útvarpinu. Jú, þetta búið að vera mjög skrítin vika. Svona líður mér alltaf. Bara einu sinni viku. Þetta í rauninni engin breyting fyrir þig að vera hérna með mig núna á föstudag. Bítu. Jó, þú ert alltaf á fimmtudegi. Ég hef alltaf verið á fimmtudegi. Nú er ég komin yfir á föstudag. Það er allt annað. Sko, Blautur Junior orðin volgur á fimmtudegi að hann orðin sjóðátt á föstudegi. Þetta gæti orðið hættulegt, ég veit ekki það. Þvílík stemming sem verður hér í dag. Orðið hættulegt. Já. Herðu, við erum líka með virkilega þéttan þátt. Við erum með glænýjan dagskrálið sem ekki svo til að heyra. Já, það rosalega. Það nýjir tímar og nýjir dagskrálið. Við verðum að hendi einn nýjan dagskrálið í dag. Það var algjört möst. Þú færð bara þann heiður að kynna hann. Ég ætla, hann bannaðurinn á 13, kæru hlustendur, og það þarf kannski að taka muffin ears í bílnum þegar við förum í hann. Já. Það setur svona hendur yfir yngstu eyrun, en hann samt ekki dónalegur, en bara það dónalegt það sem sagt. En það sagt með... Já, þá málið það, þá held ég að við skulum það bíða aðeins með hann, við skulum ekki opna þáttu. Hann verður hérna á eftir, en sá dagsjólu heitir, altså ekki Dick hann förum ekki meir út í það. Sikkonar að koma sér frá þér bara clean. Já, svo erum við með sturla staðarindir, þær verða sínu stað, eins og alltaf í FM 95 blöð. Og bítu, við verðum með augljósar staðarindir og það breyting á. Nú? Já, það búið að vera fikt aðeins í formatinu. Nei, hvað að gerast? Nei, þetta bara... Á föstu degi? Það verða mjög augljósar hlutir hérna á eftir, ég get lofað því. Verður með spurning á mig, eða? Ég ætla bara ekkert að gefa þetta upp. Ok, er ég kannski laus við hana? Nei, ég fekk alltaf 2 spurningar. Það spurning, af hverju ertu alltaf svona móti augljós spurning? Þetta er svo létta spurningar. Ég bara næði ekki af hverju hefur aldrei getið rétt. Ég fæ aldrei rétt svar hér, þú breytir því alltaf. Það er bara ekki rétt. Nei, ok, þannig að það er einhverja breytingar í augljósum staðarindum í dag. Ó já. Fíla. Svo erum við með íslenskt slúður á sínum stað. Alveg bara rakandi fest. Eins og alltaf þegar við hittumst. Já, bara koma inn á það. Ég hef búin að vera að fá rosalega mikið af tölvupóstum. Ég hef líka bara heyrt í fólki sem er að vinna í fjölmiðlum annað og leikurum og svona. Fólk er bara nálum í kringu þig. Algjörlega. Það vill ekki lendi í slúðupakkanum. Já, í kringum mig. Það þýðir ekki að fara að skjóta sendibóðan þetta. Þetta er bara slúður sem ég fæ send en jú, það er náttúrulega ágætt að þekktir einstaklingar byrjar að haga sig vel. Það er ágætt. Þú ert að passa upp á það. Ég er að passa upp á það. En eru þekktir einstaklingar á Íslandi búin að haga sig það vel þessa vikuna að slúðupakkiðin er vægur? Ég get ekki sagt það, því miður. og ég er bara með mjög sláandi slúður og þetta verður bara ekki fallegt. Næja, svo erum við stigagangin. Hann er búin að fá góða pásu. Já. Og við ætlum að vinna með njálg á stigagangnum. Já, mér finnst eitthvað svo skemmtilegt að hringja og segja, herru, það er komið njalli hérna í blokkina með þér. Það er allt í rugli. Ég ætla að vera með innflutningspartí döðans. Ég ætla að vera með reykvél og fróðuvél og eitthvað. Þannig að stigagangurinn er líka á sínum stað og svo eru fasti liðir. En ég hlakka til að fara í nýja dagskrárliðina eftir. Já. Og hlakka líka bara til að vera hérna í dag því að eins og ég segi, það er bara ýmislegt sem ég þarf að létta af mér. Nú, hvað? Oftast gæti ég bara setja hérna með hlustendum, alla daga vikunar, sagt allt sem að vera að gerast. Já, nú er þetta búið að safnast upp í blöðu. Já, nú er ég bara hættur að sofa og ég er búin að sakna þér svo mikið. Þú sendir mér nú myndaðir út í garði að raka laufin. Já, þú hefði fengið smá tíma. Ég hugsaði, mannstu eftir Friends-þættunum hérna með Joey þegar hann var að hugsa þegar hann myndi búa einn. Það var svo þægilegt að því þá getur hann verið að hugsa all his thoughts, verið alone with his thoughts. Já. Þú stætti því? Já, mér rámar eitthvað í þetta. Já, svo einhvern veginn var hann búin að búa einn í viku og þá fór hann að segja bara við stelpunna, ok, það er ekki eins margar hugsanir, ég held það eru þau. Að hann byrjar að sakna Chandler. Ertu búin að vera núna heima í vikunni? Já, þetta er búið að vera svolítið svipað með mig og hlustendur. Ég hugsa á mánudaginn að því að við byrjum ekki tökum á gott talent fyrir seinni í mánuðinum og atvinnumennir okkar líka í DS, þannig að þetta er svona aðeins róleira núna. Og ég hugsa á mánudaginn, herðu, hvað hef ég ekki gert og gæti bara hent mér í? Og ég sendi það snabbt þetta, ég fór að raka laufin í garðinum hjá mér. Það var mjög vel gert. Garðurinn var farin að líta ill út. Já, hann var allur út í laufum, en það komið haust fyrir löngu. Svo er ég búin að því og leið mér alveg geðið til og hugsaði bara, já, það er ímyndilegt sem það er að gera maður. Þetta tók alveg klukkutíma, nú hef ég allan daginn og... Svo bara strax á þriðjutið, þá er ég ekkert að gera. Nei. Þannig að þá var ég byrjað að hugsa til hlustenda maður. Það er líka svolítið gott núna að fá blöð einu sinni viku, þá getur það verið að létta alveg vel að þér. Þú getur hreinsað andrúmsloftið algjörlega.
Ég, þú og Gilsari náttúrulega tveir harðir verða líka hérna annarkvæmt versta og svo jafnvel allir þrír saman og við ætlum að leika okkur með þetta. Stanslustjör. Ég lofa ykkur því, föstudagarnir, þeir verða ferskir í vetur. Ég elsku hlustendur, þetta Steindi Junior sem talar á móti með situr Auðun Blöndal og já, þið að hlusta á FM 95 Blu á föstudegi. Við stöndum vaktina í dag, Við stöndum vaktina í dag, maður. Ég er nú vanur að opna þetta á 50-dögum. Ég veit þegar jánaður að koma á föstudagana. Það er hægilegt. Það er, eins og þú segir án, það er hættulegt að hafa Blöndal Junior á föstudögum. Já, það er svolítið hættulegt. Það er líka jafn hættulegt. Heldur áfram að kalla mig Blöndal Junior, af því þá snappa ég bráðum. Heldur þú náður ekki að hanga 45? Ég ætla nú bara að hanga 4 helgina, hvað? Jésús Pétur, það er bara, maður má ekki mæta þetta á föstudegi, drullegu Steindahaldi minn ekki vera búinn. En hvað hérna nú er bara róleg helgi á Blöndal? Róleg helgi, það er bara búin að rólegar helgar hjá Blöndal. Nú er þetta bara rólegt líf. Já, ég er bara heima að horfa á sjónvarpið. Já, þú ert að geta að fara í einhverja bullandi vörn. Nei, ég er ekkert að fara í einhverja vörn. Kaldar upp í sofa. Já, ég svei mig það þetta verður ekki róleg helgi á mér líka bara. En það er eins og það. Þetta er ríkalegt að heyra okkur tala saman um þetta. Já. Þetta er eins og að hlusta á fársjúka menn sem er að lofa sér því að vera heima í kvöld. Þetta er ríkalegt. Við skulum bara hætta að ræða þetta. Já, við ætlum ekki að ræða þetta. Það fóði beinu útsending. Já, áður þurfum líka að peppa hvern annan upp í eitthvað rödd. En hérna, það hefur nú gæst. Það hefur nú gæst okkur, já. En við ætlum að fara hérna í slúður, kæru hlustendur, og það er ekki íslensk slúður núna, það er á eftir og við Steindi minna hann sem eitthvað svaðalega pakkað ykkur. Búin að fá mikið af tölvupóstum. Já, ég ætla að byrja að segja frá Lady Gaga. Já. En hún var að viðurkenna núna í viðtali, hún var í viðtali við blaðið Attitude eða, þú veist, Attitude. Já, og var í viðtali við það blað og hún var byrjuð að reykja 15 jónur á dag núna áður hún fór í meðferð. Á hverjum einasta degi. Hún meiddist á mjöðmum daginn og var víst sárþjáð, segir hún, og var á henni svona orðin svo hrikalega háð marihuana og hún var byrjuð að reykja 15 jónur á dag. 15 jónur á dag, það er vel gert. Já, líka kannski afsakar hegðuninnar. Já. En hún er ekki verið að læðast inn að rauða skúringa á kvöldinu og svona? Ég bara veit það ekki Steindi. Ekkert inn í þessu. Hérna... Rosalegt. Já, er þetta ekki svolítið mikið? Það myndi ég nú halda, þetta væri mjög mikið. En hvað er að frétta Kristín Aguilera? Er hún ekkert, þú veist... Kristín Aguilera, nei, þetta er bara að hún sé, hún sé hassaus líka? Nei, bara langt sem maður að heyrst eitthvað um hana, er hún ekki alltaf eitthvað? Hættu þessu, er þetta núna nýjasta hjá þegar ég er í slúðri? Þú ert alltaf að byggja um slúður að einhverjum öðrum? Nei, ég bara væri til að vita hvað hún er að gera. Já, hún er örugglega bara heima á sér að lakka á sér neglurnar eitthvað, ég veit það ekki. En Lady Gaga, við erum að ræða hana núna og hún var orðin illa háð marihuana. Svo er það David Beckham sem það er reyndar alveg óskiljanlegt að hann sé ekki orðin Sir David Beckham. Vílíkur maður. Vílíkur meistari. Já, það er bara, veist það, hann er að mínum að... Býttu nú við, ég er nú bara að bulla þetta. Af hverju er hann mikill meistari? Hann er, veist það, hann á þetta skilja. Nei. Af hverju er hann þetta skilja? Af því að David Beckham er bara með þetta. Veistu hver á þetta skilja? Hver? Nennir að setja þetta á þegar ég segi þannig? Nei, því hann áður ekki skilja. Jú, Alan Shearer á þetta skilja. Nei. Hvað er þetta honum? Af hverju talar ekki um hann? Eða Andy Cole? Af því að Andy Cole og Alan Shearer, það var ekki verið að velja þá The Most Stylish Man of the Year af GQ Magazine. Það er bara þannig. David Beckham var valinn, bara með flottasta stíl ársins 2013 og fekk hann verðlaunin núna í Berlín í Þýskalandi. Hvernig voru verðlaunin? Það er eitthvað stytta fyrir þetta? Já, örugglega. Fyrir að vera ofalega í fashion? Já, hann er að fashion icon, eins og þið segja, sko. Það er rosalegt. Já, David Beckham, svei mig þá, ef hann ekki bara í fyrsta seti á mér yfir þá sem ég var mest til að hitta. David Beckham? Já, ég dýrk hann. Vistu það, nú ætla ég að labba hérna út. Nei, myndur í alveg, ok, ef Alan Shearer og Andy Cole myndu vera hérna frammi. Alan Shearer, hver hefur áhuga að hitta hann? Alan Shearer? Já, hvað ertu svona mikill Newcastle-maður? Ég er grjótari Newcastle-maður, ég hef alltaf verið grjótari Newcastle-maður, en... Ok, hver er fyrirliðið það núna? Hverju skiptir það manni? Alan Shearer var í liðinu, en málega það, ég ætti samt ekki að grínast, af öllum mönnum, David Beckham. Nei, ég hugsa að væri Obama fórseti. En hvað myndur þú gera, þú veist, þú getur kannski séð hann og skoða fötin hans og allt þetta og fengið tips og svona, en hvað svo? Hann er ekkert skemmtilegur. Já, hann er búin að eiga frábæran feril hjá United og Real Madrid og svo bara er hann, þú veist, superstjarna og ég myndi frekar vilja djama með Bjössa Bollu en þau ágríns. Ég er ekkert að tala um að fara á djammi með honum villisingurinn. Þú hugsar allt í áfengi. Nei, bara gaman að hitta hann og auðvitað var Blötu Junior flottur með Bjössa Bollu á djamminu. En við David Beckham, við ætlum bara að sparka á milli ef það er í lagi þínlegna. Og já, hann var allavega valinn The Most Stylish Man of the Year, David Beckham. Við óskupum hann hlamingju frá Íslandi. Já, og svo er ég með í lokin hérna
Renée Zellweger, nennir maður að segja slúður af henni það? Ég veit ekki eins og hvað það er. Næ, You Had Me at Hello hann í Jerry Maguire, Renée Zellweger, Bridget Jones. Mima Salnarín? Já, ekki henni. Hún allavega orðin mjög þreytt á svara fyrir hvort hún sé með átröskun eða ekki og þetta bara hundleðileg slúður af hundleðilegri leikonum. Veist það, ég hef einhvern veginn aldrei fílað Renée Zellweger. Ég veit ekki af hverju. Jú, mér finnst reynda Bridget Jones vel skrifaðar myndir og fylgdan sko. Lítur svolítið út eins og sé alltaf með súran brjósik uppi sér. Já, það svona hann sagði þarna í Mima Salnarín. Já, þarna Look Like You Sucked a Lemon. Frábær mynd. Þetta var braggandi fæst slúður. Þetta var erlend slúður. Fyrsta slúðrið bara í heila vikum. Nei, ég var ekki eins og með slúður í afmælisættinum. Nei, ég ætla ekki að ljúga þér. Ég hefði verið til í að heyra eitthvað Alan Shearer. Já, og Christina Aguilera. Já. Það er svona eitthvað sem ég hef verið til í. Og jafnvel einhverja skemmtilega Hollywood-leikonu fyrir utan þessa. Já, og Julia Roberts eða eitthvað svona skemmtilega. Já, og einhverja svona sem er búin að vera að gera góða hluti undanfarin ár. Já, ég skal vera með það næsta föstudag. Þetta var slúðurpakki dagsins hér eftir örskamma stund. Stigagangurinn, Sturla staðreyndir og fleira. En fyrst, auglýsingar. FM 957 og Uno við Ingólfstorg bjóða þér og þínum í föstudagshitting. Þetta er mjög einfalt. Komdu núna inn á fm957.is og skráðu fyrirtæki þitt eða vinahópinn, alltaf 10 manns, og þeir eru komin í pottinn. Heiðar Austmann dregur út flottan hóp fyrir hádegi alla föstudaga og ef þú ert heppinn, þá ert á leiðinni með hópinn þinn í létta rétti og drykk á Uno. Slakað á eftir erfiða viku með vinnufélögunum, vinkonunum eða vinunum á Uno við Ingólfstorg. FM 957 og Uno gera föstudagana skemmtilegri. Einn flottasti leikur ársins er komin í verslanir. Assassin's Creed 4 Black Flag. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. Samsung og Apple svitna með tilkomu LG G2 samkvæmt digitaltrends.com. G2 er komin í verslanir. Geimstöðin kynnir nýja og stórglæsilega verslun í Smáralind. Komdu og pröfaðu leikina við bestu mögulegu aðstæður í sérstöku leikjaherbyggju okkar. Geimstöðin Smáralind og Geimstöðin Kringlunni. Ef þið vantar bíl, kíktu þá á okkur. Höfðabílar Fossásið 27, beint fyrir ofan Ölgerðina. Sími 577 4747. Höfðabílar.is. Hitaðu upp fyrir Hunger Games með því að sjá Starving Games. Is there a huge changes here? Brjálæðislega fyndin grínmynd sem þú vilt ekki missa af. Starving Games, komin í bíó. Tax-free dagar í Intersport. Tax-free á öllum Under Armour vörum þessa helgi. Kíktu og gerðu frábær kaup. Intersport, alvöru sport. Nýtt í bíó. Carrie. Mama, I can make things move. Þrælmagnaður spennutrillir þar sem Chloe Grace Moretz og Julianne Moore fara með aðalhlutverkin. You are planning some kind of joke on a poor, lonely girl. Carrie. No, Mama! Frumsýnt 8. nóvember í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Krakkastöðin fylgir áskrift að Stöð 3. Talsett barnaefni frá morgni til kvölds. Krakka bíó alla daga klukkan 19. Og sögustund í lok dags. Stöð 3, Krakkastöðin og tónlist.is fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Segðu þér áskrift á stöð3.is og þú fær fyrsta mánuðin frítt með. Þú ert að hlusta á vaktina. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Auti, Steindi og Pétur á vaktinni alla föstudaga. In all in thrilling new living sound. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957. Það eru Auðun Blöndal og Steindi Junior sem standa vaktina þennan föstudaginn. Það er hárrétt, þú mikli heimsmeistari, það er hárrétt. Þegiðu þarna, Evrópumeistariðin. Maður í stuði, það er föstudagur. Það er búið að vera svo gaman í dag, eins og ég sagði það, ég er búin að sakna hlustenda og það er bara einhver stemmingu að vera hérna í stúdíónu. Já, það er rétt. Og sérstaklega núna því að við ætlum að fara í splungun í hann dagskráralið, Steindi. Já, þetta er glænýr dagskráraliður sem heitir að suck a dick. Já, en það er svona áður en að þú sagði þetta, þá vil ég vara fólk við. Já, það er rétt. Því að ég afsaka.
Sko, við ætlum að prófa þetta og ég veit að það er einhverja núti sem að eftir að hugsa að vá hvað þetta er barnalegt og daburt og jafnvel dónalegt en núna við erum líka barnalegir og dabrir menn. Já, en þessi dagskrárliður, hann er bannaður inn á 13. Já. Því að sko, þessi setning var í Menace to Society sem var gamanmynd, þar sem var að gera grínað hérna öllum þessum myndum. Þá var alltaf verið að segja þetta og við ætlum að gera dagskrálið í dag, þannig að núna gerir þið Muffineers á krakkana því að þessi dagskrálið heitir Alls ekki digg og hann er ekki flókin. Við ringjum hérna út í bæ og þetta er allt gert með svona grínröddu eitthvað, þetta á ekki að vera dónalegt, þetta á að vera sniðugt og ef einhver vill ekki gera eitthvað fyrir okkur þú ringir, ég ringi og ef maður vill ekki, til dæmis hvað hérna, getur þú gert þetta fyrir mig? Rosalegu dagskrálið. Nei, alls ekki digg maður. Algjörlega, já, ekki spurning og ef það er einhverju foreldrar núti með krakka eftir því þá verður þau bara að meta hvort að hérna það er bara þess að það er ekkert annað dónalegt í allan dag. Nei, og ef það eru krakkar á stólum bíl að kera þá viljum við auðvitað að þau skilji bílnum og slökka útvarpinu núna. Það sjálfsögðu bara, já, hvað er þetta að bulla? Hérna, já, skiljiði bílnum. Herru, þá skal, hvort viltu vera undan eða eftir? Herru, ég væri alveg til að heyra þig taka þetta, ég ætla að vera eftir. Þú ætla að blöðbyrja þetta? Já, ég ætla að blöðbyrja þetta. Ok. Herru, ég er að spá að hringja hérna bara í ísbúð, það er ekkert verið að senda ís heim. Við höfum enga að tapa með hann dagskráli, þetta er silly. Þetta á að vera silly. Já, maður sjá, hérna er þetta, ég er að stempla hérna inn. Og, nei, þeir sendi ekki heim, og ef það vil ekki senda heim, þá ætla ég að henda í það sem að dagskrálurinn heitir. Ég er að hugsa um að taka síðan, annarkvort ætla ég að ringja í taxa eða á vídeolegu. Ok, hörðu, já, ég byrst afsökun á þessu, hér ringi og ætla að prófa þetta hérna í, sko. Ísbúðin Kjartan. Já, góðan daginn. Herðu, hérna sendið þið heim? Nei, því miður. Við getum ekki pantað hér 2 bræðarif og láta sem við erum veik þetta heima? Nei, því miður, við erum ekki með neina bílstjóra. Nei, alls ekki að dekk maður. Ha? Ef þið sendið heim, alls ekki að dekk maður. Ha? Alls ekki að dekk maður. Þið sendið þið heim. Hvað er þetta að segja? Ekki hann skoður sjálf. Þú klúra þessu, þú hlóð svo mikið að það mótið maður. Svo fyndið þér að þú eiginlega þetta. Svo fyndið þér að koma. Hann trúði ekki sem einn eyrum. Ég gæti ekki klára fyrir þér maður. Er hann ennþá á línunni? Nei. Sétt hvað það var fyndið maður. Ég held að hann ekki heyrði hvað ég var að segja sem betur fyrr. Jú, hann heyrði það. Hann bara trúði ekki sem einn eyrum. Sétt hvað það var gott. Það er sem við leysast illa, sko. Það er ennþá illa. En þú eiginlega mitt, þú hlóð svo mikið að ég var að byrja að hlæja og ég gæti ekki sjálfur klárað þetta Suzuki, hver átíðast þú? Já, Kjartan. Já, góðan daginn. Heyrðu, þeir eru með Suzuki? Já. Hvað er svona ódýrasti bíllinn hjá okkur núna? Ég er bíllaus og ég tómi vesinni. Ódýrasti þá sem sagt nýr bíl? Já. 1840.000. 1840, vá. Hvernig var það? Heldur að vera hægt að koma með 1300 bara borðið? Söggja digg, sko? Í svoleiðis bíl? Já. Nei, ég held að það hljótur að ganga hálf illa. Aha. En að taka 1,5? Að söggja digg, sko? Já, ég held að það gangi hálf illa, sko. Það? Já. En hvernig, það er hægt að koma og pröfukera það ekki? Jú. Hvað, getur maður ekki tekið alveg frekar góðan hring á þessu og áður maður ákveði sig? Að söggja digg, sko? Góðan hring? Jú, við getum alveg gert það. Það ekki? Jæja, frábært. En hvernig er það, þið eru að selja bíla líka? Við erum að selja bíla, já. Já. Og ég get, sko, er ekki hægt að losa sig við eintakarna hjá okkur? Við tökum bíla upp bíl. Að söggja digg, sko? Já, hvernig er bíl þetta með? Ég er með, gamlan, sko, ég er með 95 árgerð. Já. Það er kannski ekki hægt að selja svona gamla bíla? Jú. Bara að fá nokkra 100 kallar fyrir hann að söggja digg, sko? Nei, það ekki. Já, það er ræðilegt. Og hvað, er það bara komin í búð, eða? Ég er bara til okkar. Já, ok. Heyrðu. Við erum alltaf hérna frá 9 til 6. Að söggja digg. Heyrðu, ég kíkja það bara. Ok. Takk. Já, bæ. Þetta var svo óþægilegt. Maður fekk ekkert að móti einhvern veginn. Vistu, hann vissi þetta var grín eitthvað. Shit, hvað þetta var óþægilegt, maður. Þetta var bara svona stutt og svona. Ég var bara að tala í 1,5 mínútur. Ég var að hugsa, sko, hann kommentar aldrei á þetta hér. Nei. Og þú hélst alltaf áfram og áfram.
Veistu það, mér leið miklu verið en honum. Já, þú varst líka sko, Hluta mig langar bara að fara heim núna. Ég alveg tala. Ég lofa hlustundu, það var engin meira dónalskapur í allan dag. Þetta var eina dónalega þættinum. En það sem að var... Þetta var óþægilegt. Með þitt símtal, Steindi. Það var eiginlega pínu dónalega af því að þú varst til að bjóða bara fyrir pening. Mitt var bara svona saklaust fyrir bræðarinn, sko. Þú varst að reyna að lækka bílinn með þessu. Já, það er þetta rétt. Það er eitthvað ógeðslegt við það. Já, það er mjög ógeðslegt. Alltaf þarf þetta að fara það svo langt. Nei, við skoðum þetta. Ég var reynda til að prófa þetta aftur setna. Var þetta í fyrsta sinn og síðasta sem við fyrir mér sökja dig? Nei, þetta er svo, ég hef líka svo gaman að þessu óþægilegu. Sko, hlustendur, þú veist, ef hlustendur líður svona óþægilega og veit ekki hvort hann næra púllit í gegn, á hann að skipta stöðið ekki, þá, það er mitt takmark. Hlusta á FM 95 blöð, hér framundan, já. Íslensk slúður, auglýsa staðreyndir, sturlaða staðreyndir, stegagangur og svo margt fleira. Veisla. Þetta er veisla. Þetta er algjör veisla, ég heyrði það því ég var að segja það. Já, og líka bara eins og ég er búinn að koma inn á. Gaman að vera mættur hingað aftur í stúdíóið og við erum í fantafíling við Steindi. Reyndar, Steindi. Já. Nú er ég ekkert að reyna að leiðlega neitt. Hvað nú? En ertu nývaknar? Æi, það var að taka þetta. Alls ekki. Nei, svaraði bara alveg ég er bara á hreinskilin, það bara ég var sko... Af því að þú kemur oftast greittur og svolítið feskur og sætur? Já, ég bara er með úið hár, ég var vakandi allan nótt. Nú? Ég var í stúdíói. Já, fyrir skaupið? Fyrir skaupið. Og nú herru, talandi skaupið. Það er nú slúður, Steindi Junior að skrifa á leik í skaupinu. Já, og það er líka gaman að koma það að tökur er að hefjast núna á þriðjudaginn. Það er ekkert annað. Og þetta verða 12 tökudagar. Og hvernig líst þér á það? Mjög vel, við erum búin að vera að skrifa núna handritið og við erum allir nýja að skrifa það. Það er ég og Pétur og Ari og Ilmur og Saga og Bragi og landsliði bara? Landsliði, ég veit ekki hvort sé að gleyma einhverju Gummi í Bakalút líka og Dignus. Já. Og þetta lítur mjög vel út sko. Mjög vel út. Já, þetta er allavega eða lið sem er að skrifa þetta. Já, algjörlega. En hundurinn Pulla, er hún að halda fyrir? Þú þarft nú að koma og leika í skaupinu. Já, ekki, menn ef þú og Pétur eru að ná Dignus að leikstæri, þú ert ekki að tróða mér rétt aðrið. Er það ekki? Ég finnst það nú lágmark, sko. Ég skal gera hvað sem er. Er það ekki? Það ekki að digga? Nei, það er allt gott að frétta Pullu. Hún sefur hérna bara við lappirnar á mér og... Já. Hún er samt svolítið erfið, hún er búin að naga skeik heima og búin að skemma hluti. Ég fór náttúrulega að hugsa það, og var svona að hugsa þetta núna þegar ég sé ykkur hérna. Þegar ég er að horfa á okkur saman núna, Pulla hérna í þessu þetta er svona love-hate búið og svo þú núna. Hætturðu það svona að hyrða þig eftir að eignast hundinn? Nei. Hætturðu að greiða þér og byrjar að svitna henni í stúdíu? Nei, alls ekki. Hvað er þetta að segja við mig hérna í byrni? Það er bara mikið að gera, ég er bara álag á mér og ég er bara hlakkað til að komast í jólafrí. Og nett skeggjar, ógreiddur og með svitabletti undir höndum. Er það að því þú stóðin hundtegandi? Nei, þetta er bara það sem er inni í dag. Þetta er bara tíska. Mér langar óksli hund. Akkur safnar ekki skeggið með svo góða skeggrút? Þú geti verið með eitthvað svona síðan allara, skilur. Síðan allara? Svona alskegg, alveg svona síðan, svona bara ekta beard. Já, bara klæja svo allt endan. Er það málið? Já. Ef ég var með góða skeggrót, sem ég er ekki með sko, ég er með svona tætta og svona svolítið rónalega skeggrót. Þú er samt að safna núna? Já, svolítið, svona, ég gleymd að raka mig. Ég var alltaf með eitthvað í gangi. Eitthvað línuskegg, donut, ég var að leika með alltaf. Línuskegg? Já. Taka prins á það? Já, bara, það er svo lítið mál að raka sig. Reyndar. Við ætlum að fara hér í auglýsingar, svo er það sturlaða staðreyndir. Ég er ekki búin að vera með sturlaða staðreyndir í viku og ég hlakka til og vonandi ykkur líka. Kæru hlustendur, svo er það stigagangurinn og annað. Það er allt framöndan. Og augljósa staðreyndir. Já, og augljósar. Alla virka daga, milli 4 og 6 á FM 957. Vaktin. Jón Gunnar og Óli Jóels. Friðrik Dór og Ási. Anna Svava og Arnór. Kristján Ingi og Ósk. Og FM 95 blöð með þeim Auta, Steinda og Pétri. Vertu með okkur á vaktinni klukkan 4 alla virka daga á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Starfsmennirnir taka upp hanskan fyrir viðskiptavinnina. Nú færðu fulla þjónustu á næstu Shell-stöð, en greiði sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Í lífinu í dag. Nanna Bryndís Hilmarsdóttir, söngkona of Monsters and Men í forsíðuviðtali. Anna Þórunn Hauksdóttir vöruhönnur hannar borð með innblæstri frá súkkulaðiplötum. Greta Karin Gretarsdóttir, söngkona í LA með uppbólslíkurnar úr fataskápnum. Sigrún Lilja í Gíða Collection hannaði hinn fullkomna fylgjuhlut sem bæði er fallegu skartgripur og úr í senn. Þetta og meira til í lífinu sem fylgir Fréttablaðinu í dag.
í bíó. Carrie. Mama, I can make things move. Þrælmagnaður spennutrillir þar sem Chloe Grace Moretz og Julianne Moore fara með aðalhlutverkin. You are planning some kind of joke on a poor, lonely girl. Carrie. No, Mama! Frumsýnd 8. nóvember í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Túborg og Smirnoff kynna í kvöld á Park. Plötusnúðurinn og ljúfmennið Jón Frír. Park, nýtt heimili íslenskrar dansmenningar. Skífan hefur opnað nýja og stórglæsilega verslun í Smáralind. Komdu í heimsókn. Skífan Smáralind og Skífan Kringlunni. Síðustu dagar lagarsölu. Íleipúl og Birnu. Ármúla 21. Hitaðu upp fyrir Hunger Games með því að sjá Starving Games. Hugh James. Is there a Hugh James here? Brjálæðislega fyndin grínmynd sem þú vilt ekki missa af. Starving Games. Komin í bíó. LG G2 fékk fullt hússtiga hjá mobilsíðun.dk. G2 komin í verslanir. Nýtt í bíó. Carrie. Mama, I can make things move. Þrælmagnaður spennutrillir þar sem Chloe Grace Moretz og Julianne Moore fara með aðalhlutverkin. You are planning some kind of joke on a poor, lonely girl. Carrie. No, Mama! Frumsýnd 8. nóvember í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. That kills me, makes me feel a thing that drowns me, makes me want thing that kills me, makes me feel Í FM 95 Blu styttist í stigagangin Íslands slúður og fleira. Nákvæmlega, heyrðu. Það er hins vegar, já. Já, það er komið að hverju. Hvað varst að fara að segja? Það er komið að sturluðum staðrindum. Já, það er hárrétt. Sérðu hvað ég er alltaf til í að fara í sturlaðar? Ég er hlakað þvílíkt til, ég er ekki búin að fara í sturlaðar staðrindir alla vikuna. Herru, áður þú byrjar í sturluðum. Ég hoppaði hérna fram á mér í vasklas og þá rakst ég á stórmeistara, Jón Ársæl. Nú er King Jón Ársæl í húsinu? Mikill meistari. Já. Mikill meistari. Hann var að segja mér að Monsters of Men væru hjá hann á sundaginn. Já, ok, maður að kíkja það. Sem nú kannski ekki frásögufærandi. Það er rísa hljómsveit. Hann sagði mig líka, hann væri í tökum með þér. Já, hann er búin Ert þú að fara að mæta í sjálfstætt fólk? Ég held að sé ekkert með í desember eitthvað, já, við erum búin að vera að hittast. Ánæði með þetta maður og ætlar að fara með hann á krókinn og gera allt vitlaust eða? Hann gisti heim daginn? Nei. Jú. Hæ? Svona. Gist hann hefur á Arnarnesinu? Hvar gist hann hefur? Bara heima hjá mér? Nei, við ætlum að fara á krókinn held ég svo í næstu viku eitthvað. Svaf hann heima hjá þér? Já. Bara á dínu og gólfinu? Hann gerði það vist alltaf í gamla daga, sagði hann, í fyrstu þáttunum og fannst tilvalið að prófa það aftur með mér. Þetta er svo mikill snillingur, sko. Þetta er algjör framlega. Ég elska hana, mann. Of Monsters of Men hjá Jón Ársæli á sunnudaginn, tekkja á því. Það er rétt. Ég held að það verið mjög skemmtilegt. Akkurat. En það er komið að sturluðum staðrindum og þær eru 10 eins og alltaf og bara nokkuð góðar, þó ég segi sjálfur fram. Ertu tilbúin, Steindi? Ég er klár. Já, og sko, það var mun léttara fyrir mig að finna 10 í dag því ég þurfti ekki að gera alla vikuna. Ég skil, hann húkast á alveg úr. Já, en samt, þú veist, ég var ekkert að velja úr allt og mikið. Ok. Þá byrjum við hér. Randafluga getur flogið á 24 km hraða. Og það er svolítið hratt. 24 km hraða? Já. Bittu nú við, það er ekki það hratt. Þú gast hlaupið á 40 þegar ekki evrópska draunum. 30. 30, já, ok, þannig að þú og Randa þeir eru svipað. Ég gæti stungið randafluga af. Nei, þú getur náttúrulega ekki. Ekki? Nei, ég held að þú getur ekki stungið randafluga af. Jú, kannski randafluga, ekki geitung. Randaflugur, það eru þarna litlu feitu. Ef ég sé geitung, þá fer ég eitthvað annað, sko. Ég er lofandi hræddur við geitunga, sko. Já, væntanlega. Ég er líka lofandi hræddur, ég er hræddstur kóngular, þessar íslensku kóngular, sem gera kannski ekki mikið. Það eru, þetta er með 8 lappir og þetta er eitthvað svo ógíslegt maður. Ég bara, ef ég sé þetta inni, ég byrði alltaf konunum að ná í pappír og ég fer ekki það sjálfur, sko. Ég er ekki hræddur við kóngular, en... Hrossaflugur og svona, ég fíl þetta ekki, sko. Þetta er eftir mikið. Það ertu hræddur við hrossaflugur. Þetta er bara svo ógíslega dýr. Nei, það er ekki þetta hrossaflugur, en ég skal gefa það geitungur, þá fer ég eitthvað annað. Kónguló, nei, tek hann upp. Mér finnst kóngula vestar, það er bara þannig. Alveg að vestar öllu, það er ekkert sem þópa kóngula. Reyndar held ég að þú verðir mjög hræddur við kóngular eða þú myndir fá að sjá þar í svona mikroskóp eða svona stækkunargleri. Já, ég myndi aldrei gera það eins og nei, ekki heldur. Svo er að næsta, þér líður betur eftir að hafa grátið með einhverjum í stað þess að gráta einn. Já. Þannig að manni líður víst best að leysa að gráta með öðrum. Já. Hefur þú grátið með öðrum, Steindi? Nei. Ég veit það ekki. Jú, öðruglega, sko, en... Ég fór að hugsa að það verður ekki oft gerst hjá mér í lífi. Heldur bara einu sinni, það er afið þó. Já, það er nefnilega eitthvað svipað hjá mér, svona jarðafjörið eða eitthvað. En málið það, sko, það er svo langt sem að gréti eitthvað. Já. Ég væri alveg til í að taka bara sessjón með þér eða eitthvað bara og gráta, sko. Já, sko, málið þú getur ekki grátið bara til að það þarf eitthvað, veist,
þú getur ekkert bara að fara að grenja, sko. Nei, það þarf að vera eitthvað sorglegt. Hefur grátið út af sársauka, bara senustu 5 ára eða eitthvað? Nei, það held ég ekki. Er það ekki svolítið... Bara þegar einhver... Það er svolítið rare, held ég. Þú rekur ekki tánni og fara að gráta, sko. Nei, það er ekki rare, það er bara aumingjaskap. Það er bara svona... Já, það er ríkur. Ég held nefnilega, ég sé svo, ég held ég sem ég get svona lélegan grátur, sko. Ég held ég sé svona... Á ég að leika fyrir... Ef ég á að giska á hvernig ég græti í dag. Já. Ok. Ég held ég alveg nefndi gráta svona. Ég get ekki eins og það hefur ekki bara farið í næstu stað þetta var bara óþægilegt. Ég varð að prófa þetta samt. Vá, það var lélegt. Ég held maður myndi bara leika tár. Ég held að myndi ekki heyrast. Já, það var þannig á mér þegar ég grét síðast, þá lágu bara tár. Það kom ekki eitthvað. Herru, svo er það næsta. Fílar eru ekkert ólíkir fólki hvað persónuleika varðar. Þeir eru með gott minni og enginn er eins. Sem sagt, í fílahjörð og þá er einn húmóristi, það er einn alvarlegur, það er einn sem er alltaf eitthvað vesen á. Einn alltaf á trún og það er vesen á okkur einum. Já, þannig að fílar eru víst ekkert svo ólíkir okkur þegar kemur að persónuleikum. Þetta fannst mér skemmtilegt. Já, ég hló mikið þessu og líka ég var alveg til að hitta fílinn sem er húmóristi. Svona fyndinn fíll. Mér finnst alltaf að finna þessi leiðilegu fíll í hópnum. Já, það er bara leiðilegu fíll. Já, það sé alltaf bara bögga allavega. Já, eitthvað svona leiðilegt bara. Og svona, veist, berja rananum í aftan í og hann bara svona lítið við bara hvað það að gera. Því að, þú veist, til dæmis eins og þeirra fílar í dýragörðum. Þú veist, pælt samt í hvað er þreytandi að vera með húmoristanum. Allan daginn, hann er alltaf að djóka eitthvað í þér og þú kemst ekkert í burst einhvern veginn. Þú bara fastur í einhverju grínfeni hjá einhverju öðrum. Það er svolítið vant. Já, reyndar. En samt svo er líka kannski gaman fyrst þú ert nú fastur í dýragarði að vera með einhverju hressum. En ekki einhverju sem er að bögga þig. Einhverju bulli bara. Já, sem er að lemja þig bara þarna. Ég lendi í því bara maður, ég fór bara í dýragarð maður og lendi í bulli hérna í ykkur. Myndið þú nenni að vera í dýragarð, Steindi? Spáðu hvað dröglu, ömurlegt líf. Já, nei, ég myndi ekki nenni því. Og ég er eiginlega hættur þú ert bara að lappum. Ég er meira eiginlega hættur að nenni að fara í dýragarð bara, yfir höfuð. Það er ekkert annað. Nei. Svo er að næsta, gallin við heiminn í dag er að gáaða fólkið er fullt af vefasemdum, en heimska fólkið er fullt af sjálfströsti. Sturlu staðarind. Þetta er sturlu staðarind. Já, svolítið til í þessu. Já. Þú veist, einmitt, ég var að spá í því, sko, þú veist, að það er eitthvað mjög illa gefið náungi. Er ekki alltaf óslega gaman hjá honum? Það er svo lítið til, þú veist, það er alltaf eitthvað svona... Ignorance is bliss, minnar? Já, bara svona horfir eitthvað til hlýðan. Ég sé þetta, það er eitthvað svona þetta. Það er alltaf gaman hjá honum einhvern veginn. Þú veist hvað við? Svona, þú veist, honum finnst bara svona... Honum finnst allt skemmtilegt. Ég veit, ég hef verið í kringum típu bara ef eitthvað spólar, þá tekur hann þennan bara... Spólaði maður. Þetta sé gaman. Það eru fullir af sjálfstörsti, samkvæmt þessu. Mörgæs stundar kynlíf 2 í mánuði. Nei, 2 á ári. Já, 2 á ári. Mörgæs. Já. Og hún fer bara, þú veist. Það er bara 6 mánuða frestið, maður. Já, það finnst mér líka bara... Heldur það sé skipulagt kynlíf hjá mörgæsum? Heldur það sé bara svona allt í einu kannski taka 2 dagar í röð og svo gerist ekkert í ár? Nei, er þetta ekki skipulagt? Er þetta ekki svolítið þannig að þetta er eitthvað svona... Var þetta ekki kallarnir fara bara og geima eggin bara yfir harrasta vetur svo koma konundar og trýta á aðeins? Já, fyrir að geima eggi? Já, mér minnir þetta að segja eitthvað svolítið, ég maður ekki. 2 á ári? Já, þetta er skemmtilegt. Mörgæs eru fínar. Hvað ert þú að vinna með á mánuði, cirka? Ekkert svona. Ég fer ekki út í þetta. Þú er búin að taka hennar list á mig og mér leiði illa. Húsflugur, ég ætla ekki út í þetta. Húsflugur blaka vængin sínum 200 sinnum á sekundu. 200 sinnum á sekundu? Er það ekki svolítið rosalega mikið? Jó, það er svolítið mikið. Ekki? Jó. Og sko moskítoflugur 600 sinnum. Já, en rosaflugur? Þær voru 50 held ég. 200 sinnum, húsflugur 200 sinnum á sek. Já, á sekundu. Ég trúi þess ekki. Ég trúi þess ekki. Þetta er rosalega hratt maður. Já, ég ætla ekki að trúi þess bara. Það var bara hann. Takk fyrir það. 26 manneskjur í Mexíkó geta keypt sér bíómiða fyrir sama verð og 1 manneski á Íslandi. Það er ódýrt að flyga bíó í Mexíkó. Já. Það er líka mjög ódýrt að drekka Corona í Mexíkó. Það er náttúrulega bara fáralegt hvað er dýrt að fara í bíó í Íslandi. Er það? Já. Er þetta ekki orðið svona líka í Bandaríkjunum og... Ég veit það ekki. En minna kostar ekki, hvað, 1500 kall ári bíó? 1200 ekki? Setjast niður og horfa á hvítt tjald í 1,5 tíma. Maður fer náttúrulega aldrei í bíó að fá sér popkók. Nei, maður verður, já, en nachos. Ég er svolítið nachos. Já, þú ert reynda svolítið í nachos. Já, og það sem ég geri... Og blandið pók, ég elskar líka. Já, ég fæ mér nachos og ég byrði aukasósu. Svo set ég flugurnar onni í sósuna og leiði þeim þar að svona... Að mýkjast. Já, meðan ég er að borga og svona, og svo er það mjúkar því fyrir inn, sko. Já. Gerir þetta líka á morgunkotið mitt. Ég helli í skál,
Svo fer ég að gera eitthvað annað í 10 mínútur. Svo kem ég að borða þetta. Þar heyrið það, kæri hlustendur, svo það hérna, við 4 eftir. Það styrtist aðeins maður. Já, yngstu foreldrar allra tíma voru 8 og 9 ára og bygguðu í Kína 1910. Já. Þetta er eiginlega bara ógeðslegt. Það voru bara... Já, þetta er bara viðbjör, skulum ekkert vera ræða. Þetta er svo... Nei, getið tekið bara bílprófið 12 ára og... Nei, sko, yngstu, já, bara nákvæmlega 8 og 9 ára, þannig að... Deyja 30. Þegar þau eru að taka bílprófið, þá bara krakkinn... Næsta, ég vill ekki ræða þetta. Rottur fjölga sér svo hratt að 2 rottur getur eignast 1.000.000 afkvæmi á 18 mánuðum. Já. Og svo er önnur sturlustarinn sem ég man eftir með rottur, það get ekki ælt heldur. Nei. Get ekki ælt? Nei. Já, menn að æli var eitthvað. Hæ? Er það ekki bara, skiptir það einhverju? Nei, ég held það mætti alveg taka það að mér. Já, ég held að tapir einhvað því að get ekki ælt, sko. Nei. Meðal líftími íkorna er 9 ár. Við lifa lengi þessar öskur. 9 ár, finnst það mikið? Já, það ekki. Með við íkorna. Ég held þetta að vera svona 30 ára ferli. Þannig að þú eru svona 6-7 ára íkorni, þá óttu ekki mikið eftir. Nei, en ég minna íkornar eru bara vinsæl gæludýr. Íkornar eru líka, sko, stórkostleg dýr. Ég komst að því stöðulegum staðrendum. Allir íkornar eru vinir. Allir, já. Já, og ef íkornar finna lítinn íkornar sem hefur týnst, þeir ætla hann, taka hann að sér. Já. Íkornar eru rosalega góð dýr. Já, við getum lært mikið að þeim. Er það ekki? Jú, heyrið það hlustundur, lærum að af íkornum og reynum að vera meira eins og þeir. Aldrei að rífast. Það er engin íkorni sem situr á bakvið tölvuskjá og er að rakka niður fólk út í bæ. Nei, það er ekki að drulli yfir eitthvað líf. Nei. Getur ekki sett komment á djefa.is eftir íkornar. Ekki, það er þá einu fúli íkornin. Já, það meina. Bara, þessi íkorni, hann er að setja svo svartan blett á okkur alltaf hina maður. Hvað? Hann er alltaf með okkur leiðið að kommenta okkur. Allir aðrir íkornar eru hressir, sko. Þetta er svo mikið steipa. Svo er það síðasta sturla staðrind dagsins og síðasta sturla staðrind vikunar því að við erum bara einu sinni viku núna. Naggrísir og kanínur geta ekki svitnað. Naggrísur og kanínur svitna ekki. Svitna svona inn í sig bara. Já, þannig að það má... Alveg svo svín. Já, það má segja bara að þú sért akkurat öfugt við... Ekkert svona. Ekkert svona. Kanínur og naggrísur. Ég svitna lítið. Ertu svitakirtill eða svona svitnar mikið? Nei, alls ekki. Enga veginn. Bara inn í stúdíónu? Nei, ég svitna ekki þetta heldur. Ég er bara alls ekki, sko. En sko, ég á það sameiginlegt við Pétur Jón. Við höfum verið að bonda svolítið með þetta. Er að, sko, ég svitna svolítið undir fótunum. Já, ok. Þannig að því ég er svona heima, þá er ég svona límist yfir parketti, sko. Já, ok. Þetta voru sturla staðreyndir. Þennan, föstu daginn við ætlum að fara hér í auglýsingar og svo er það stigagangurinn og íslenskt slúður. Og augljósa staðreyndir. Já, augljósa staðreyndir, það má ekki gleyma því. Hér eftir örskamastund. Vaktinn á heimleiðinni með þér alla virka daga á FM 957. LGG2 fékk fullt hús stiga hjá mobilsíðin.dk. G2 er komin í verslanir. Bátur mánaðarins á Subway er ítalskur BMT og kostar aðeins 450 krónur. Subway, eins og þú vilt hafa. Nýtt í bíó. Carrie. Mama, I can make things move. Þrælmagnaður spennutrillir þar sem Chloe Grace Moretz og Julianne Moore fara með aðalhlutverkið. You are planning some kind of joke on a poor, lonely girl. Carrie. No, Mama! Frumsýnt 8. nóvember í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Lífið er ljúfara. Hjá Makland, Laugavegi 17. People who paid for you to be here want you here forever. Samfilm og Netgyro kynna Escape Plan. Þeir ætla að brjótast út úr hættulegasta fangelsi sem byggt hefur verið. Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger eru mættir saman í frábæri spennumynd. Escape Plan, komin í bíó. Komdu og fyndu þinn uppáhalds Chevrolet. Bílabúð Benna. Síðustu dagar lagarsölu, Íleipúl og Birnu, Ármúla 21. Jólaundirbúningurinn hefst í Bíkó. Öll áhöld fyrir jólabaksturinn á einum stað. Bíkó, búðu betur, borgaðu minna. Þú ert að hlusta á Vaktina. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Þetta er alveg hrikalega flott. Þetta er Lord með Tennis Court. Já, við erum að spila það nokkur sinnum hérna.
Hér í FM 95 Blöð sem að standa vaktina þennan föstudaginn frá 4 til 6 klukkan orðin 5, þetta er fljótt að líða maður. Já, þetta er fljótt að líða. Herru, klukkan er 5. Já. Herru, erum við ekki farnir, þá fyrir við í stegagang. Já, við ætlum í stegagangi núna. Er það ekki? Og hann er með þess að búin að vera í ágætis pásu í okkur núna, stegagangurinn, og alveg komið tíma á hann. Já, algjörlega. Þú ætlar að taka einn og ég tek einn. Já, er það ekki? Ég er búin að vera að hugsa þetta þess. Ég ætla að vinna með, sem sagt, að það sé komið njálgur í blokkina. Já, það sé bara tómt vesen, bara krakkin kom heim á leikskóla og hann með njálg. Já, byrjaði heim með þér. Já. Ok, mér líst vel á. Ég ætla að vera með innflutningspartíðan eftir. Já. Og ég ætla að vera með reykvél og forróðu disko. Já, keira þetta bara stíft áfram. Já, bara alvöru partí. Þú þekki gallinn. Já. Hvort þetta rundan eftir? Herru, ég skal á rundan. Þú ætlar að vera rundan. Ég ætla að googla, ég er búin að googla hérna eins, ég er með síðu, opna hérna allt njallan, sko. Já, þannig að þú sett með allar upplýsingar njálg. Já, ég þarf að vera með smá, sko. Hefur þú fengið njálg? Nei, ég hef ekki fengið njálg. Nei. Ég held að það sé bara mjög ógæslegt að fá njálg, sko. Já, ég held að það sé óþægilegt. Já, ég myndi frekar vilja fá lús. Það heldur óslega margir, ég fæ nú ekki lús á þessu held ég. Nei. En það heldur óslega margir þegar ég var krakki að ég væri með njálg. Varstu ofirkur? Já, ég var ógæslegur. Já, ég var líka svolítið henni. Ekki það njálgur sé ógæslegur en ég var það. Ertu tilbúinn? Ég er klár, já. Jó, njálgur er hann ekki svolítið dirty? Jú, það er bara eins dirty út að verður, það er bara að fá njallan, það er bara ekki hægt, sko. Þú ætlar að... Ég myndi panika. Taka njallan inn í stegangum. Já. Ég kom með númer. Hérna það er klæjar á ég að lesa hérna hann. En lestu hérna heimilisfangiðan og vitir... Já. Ok, þá ringi ég. Halló. Já, Anna. Já. Sæl og blessu Stefán hérna í blokkinni. Já. Hæ, hvað segir þá? Allt fint bara. Herðu, það var að koma upp smá leiðinda vesen hérna í blokkinni. Nú? Já, krakkarnir, sko, krakkin er á leikskóla þessi yngsti. Já. Og hann kom heim með njálg. Nú er það hringi við þessa konu. Nú? Já. Í hvað blokk? Ertu ekki númer 2? Nei. Nei, ég segi, ertu ekki númer 4? Jú. Já, þetta er Stefán. Við býðum hérna í blokkinni. Já, já. Er þetta ekki Anna hérna fyrir ofan? Hvað hæð ertu? 4. Já. Ég er hérna á annari. Já. Hvað segir þá? Ég er nú oft rekist á því svona á ganginum. Já. En herðu, þannig málum vexti þessi yngsti var að koma heim með njálg. Já. Og við erum búin að erum búin að líma á okkur, setja líma á rassinn og gerðum það í nótt, sko, og skoðum í morgun. Já. Og það er bara öll fjölskyldan er lögst í njálginn, sko. Það er bara ekkert annað. Það er ekkert annað og ég var að spá, sko, þau voru að leika sér krakkarnir bara núna í gær og í fyrra, þetta hlaupa svolítið á ganginum strákarnir, sko. Já. Þeir eru búin að vera að koma við náttúrulega handriðin og eru ofta að rífa í húnana hjá fólkinu og svona eitthvað að snáðast á ganginum, sko. Já. Og ég var að hugsa, heldur að það sé ekki best ef maður myndi banka upp á með töflu handa íbúðum. Jú. Þetta er svolítið smitandi, ég myndi aftur hvort við getum ekki verið með einhverja litla svona sæta aðtöfni í hjólageysluna sem myndum öll bara taka inn á töflu og þetta er bara svona rauð töfla og við myndum fá okkur vasklas með þessu bara og bara reyna að hlæja þessu, þetta er náttúrulega vesen. Ég er nú laus við allan kláða en ég er með njálg, sko. Já. Ég veit ekki, finnst þér ekki allir að taka inn á töflu bara eða? Getum við ekki tekið það bara, þú veist, á hússjónum eða ætti ég að greiða það eða? Ég veit það ekki. Nei, en þið klæðir allavega ekki til rassinn? Nei. Ég hugsa að ég banki bara upp á hjá fólki með njallatöflu og þá er þetta bara allt búið. Ég get líka tekið að mér, finnst þér ekki líka vant að þvotta eða niður? Getur ekki bara keypt hann að þvotta og ég get séð hann að þvotta þvottin af fólki? Jú, ég hugsa það bara. Þannig að allavega þú kemur heima á eftir, endilega verður með gúmmihanska á þér og svona, ekkert vera að snerta handriði strax, ég ætla að sóttrensa þetta allt saman. Já. Herðu, glæsó. Já, bless. Já, það er glæsó, þetta var stegagangurinn og Steinda og það er komið njálgur í stegagangin. Já, ég vildi ekki fara lengra, mér fannst þetta að vera svo góð kona. Já. Þetta var svona drauma nágranni, bara já, ég tek bara inn á töflu. Hún var alveg til að hittast bara í hjólagenslinni í smá stemmingu og allir taka töflu og það var kósi. Alveg klár. En það var líka, en heldur hún fari í hanska þegar hún kom heim? Nei, ég held hún sko, mér fannst líka svolítið á henni sem hún væri svona, búin að kveikja á þetta væri rugg. Þannig sko. Loginu? Já. En ég veit það ekki, kannski fyrir hún í hanska. Njálgur detturinn. Já. Það er bara þannig. Ég fer í stegagangin hér á eftir, en eftir smástund er ekki komið að augljósum þetta eftir, eða? Jú, það er komið að augljósum þetta. Það er ekki aðeins að kera liðið í gang fyrst.
Þetta er lagið In the Club. In the Club, ég hlusta þessu mikið á þetta á sínum tíma. Þetta var sko, ég held að þetta fara á topp 5 yfir þau lög sem ég dýrkaði hvað mestir ég heyrðu þau fyrst. Já, sko þessi plata, Get Rich or Die Trying, hún fór ekki úr spilanum með mér. Nei, það er þetta lag svo, hvaða lag var áttur daginn? Já, ég seti á sama lista, seti Niggas in Paris. Já. Það fór það er N-orðinu. Lagið heitir það. Já, ekki láta mig fá í magan. Herðu, veistu hvað? Hvað? Það kom að auglýsum staðrendum. Já, alveg rétt. Við þurfum í þær núna. Svo fer ég í stigagangin, já. Svo fer í stigagangin. Við þurfum að dreifa þess. Já. Herðu, ég skil bara ekki eitt. Hvað? Akkur heyri ég ekki Mr. Selfridge-betanum? Akkur heyri ég ekki honum? Já, það fyrir ekki. Þetta er voða atvend alltaf. Já, það bara. Ég væri bara til að fá minn betta, sko. Já, hann er að koma hérna. Maður heyra í honum. Bittu nú við. Þú voru að tilbúið með Selfridge, maður. Já, hann er hérna, sorry. Ég er bara að glemja. Hanna? Já, nei, akkur þetta lækka. Það var svolítið háa. Hversu háa? Aðeins herri. Hann er þetta, já, þetta er bara hressandi. Herðu, ég er með, það eru breytingar á auglýsum staðrendum. Nú? Ég er í dag, er ég með augljósa staðrendir. Já, það er rétt, ég er með 2 þannig. Já, það er ekki breyting, þú ert alltaf með augljósa staðrendir. Það er hár rétt þér, en ég er líka með augljósa spurningu. Já, sem er alltaf. Akkurat. Það er engin breyting. Ekki spurning, en svo er ég líka með augljósan gjörning. Augljósan gjörning. Ok. Og ég er með augljósan djók. Hann er mjög augljós. Augljós djók og augljós gjörningur. Spurningar og staðrendir. Þetta verður spennandi, maður. Þetta verður spennandi. Og ég byrja kannski bara á staðrendum. Gerðu bara svona vilstendi. Þetta er bara svona minn tími, mennur þau? Já, þetta er svolítið þannig. Það er að byrja ég er í liðvörslu nú. Þetta eru augljósar staðrendir sem ég ætla að byrja á. Þú mátt hækka aðeins í betanum. Aðeins, laumónum upp, hann sliðinu upp. Hann er þetta. Ertu tilbúinn? Já. Þetta er augljós staðrend nummer 1. Augljós staðrend, ok. Mamma þín og pappi, þau hafa sofið saman. Já, væntanlega. En annars værir ekki þetta. Nei, nákvæmlega. Þau byggu þig til. En hvað, vilt að ég fara að hugsa eitthvað út í það, eða? Nei, bara svona. Þú veist, mamma og pappi sáu saman. En varst þú að hugsa út í það fyrir í dag, eða? Nei, ég var ekkert að hugsa um það. Eða þú veist, smá, jú, við kynum það. En mamma þín og pappi, þau hafa sofið saman. Það er augljós staðrend nummer 1 í dag. Já, allavega 3 Allavega 3, já, þeir eru 3 systkini. Já. Það er akkurat. Ertu til? Þetta er mjög augljóst og vittljóst eins og allt annað. Þú ertu tilbúin í augljósa staðrend nummer 2. Já. Hvað segirðu? Ég segi já. Það er gott. Hún hljómar svona. Já. Þú getur ekki klætt þig í hálskirtil. Nei, nákvæmlega, það er ekki hægt, það er alveg rétt hjá þér. En hvernig myndir þú gera það? Það er ekki eins og þetta að hugsa, hættu þessu, byrði, þetta er bara, já, það er ekki hægt. Það er bara að spyrja. Hálskirtil? Þú getur ekki klætt þig í hálskirtil? Nei. Hann er upp í þér? Það er öðru þessi kirtil sem þú klæðið í. Þú getur ekki gert það? Nei. Herru, þessi var frábær, þá er komið að augljósum djók, ertu klár í hann? Augljós djók? Augljós djók. Tilbúinn? Já. Það er 50 dagur í dag. Djók, það er föstudagur. Hvernig fannst þið þessi? Þetta er augljós brandari. Það var mjög föstudagur í dag. Það var mjög augljós. Herru, það er komið að augljósum gjörning, ertu klár í hann? Það er líka svo gott að segja, djók. Það er komið að augljósum gjörning. Já, hvernig gengur það fyrir mig? Gerðu þetta eins fyrir mig, loka augunum. Hvað segir þau? Loka eins fyrir mig augunum. Loka augunum? Já, þetta er gjörningur, loka augunum. Ertu að fara að gera eitthvað inn eða? Nei, ég lofa. Lokaðu bara augunum. Já, sérðu, loka. Það er erfiðar fyrir að sjá núna. Þú sérði ekkert með loka augun. Nei. Já, meinar þetta búið? Þetta er augljós gjörningur. Já, ok, frábært. Þessi var ræðislegur. Þessi var svo skemmtilegur. Hæ? Þú verður að viðurkenna það. Nei. Jú, þú sást ekki neitt með loka augun. Þú verður að viðurkenna það. Herru, þá er komið augljósi spurningu. Æ, slepptu henni. Nei, hún er uppáhaldið mitt. Ertu klár í hana? Ok, lofaru mér því? Já. Ef ég giskar rétt? Já. Þá segir það. Ég lofa. Þú breytir því ekki. Ég lofa. Af því ég veit að þú hefur einhvern tíma breytt. Aldrei. Það bara getur ekki hann að verið stindi. 10 fingur upp til Guðs, ég lofa. Ok, þáttum þess að heimsku spurningu. Hækka smá í betanum. Já. Hvað eiga kettir og hundar sameiginlegt? Svona 1.000.000 hluti. Já. Eins og? Bæði með 4 fætur. Já. Bæði gæludýr. Ekki það sem ég var Bæði loðin. Ekki það sem ég var að leita eftir. Þau pissa bæði, þau kúka, þau anda. Þau eru með maga. Já, þetta... Þau geta bæði hlaupið, þau geta sest, þau geta rulla sér. Já, þetta er ekki það. Þau eru oft inn á heimilum.
Já, Nei, mitt, hvað er rétt? Þetta er ekki það sem ég var að leita að. Nei. Þetta er ekki rétt að svara sem ég var að leita að. Nei, ok, ég gleymi náttúrulega þau deyja bæði fyrir rest. Þú varst með það kjaftaðan daginn. Já, nei, það er ekki heldur rétt hjá þér núna. Nei, hvað var rétt? Gefstu upp? Já, bara hvað er rétt? Þau eru bæði með tungu. Þetta er svo mikið rugl, maður. Bæði með tungu. Og það er rétt svar. Þannig að ég var búinn að segja svarið. Það stendur þetta á blaðinu. Þannig að ég var búinn að segja svarið. Nei, þú sagðir aldrei bæði með tungu. Laugarspa dekurpakkin á FM 957. Fylgstu vel með systkinunum Kristjáni Inga og Ós Gunnars í síðdegisþáttunum Vaktinn á FM 957. Þú gætir unnið glæsilegan dekurpakka fyrir 2 frá Laugum Spa. Skráðu þig á heimasíðu FM 957 og hver veit nema þú getur boðið einhverjum sem þér þykir mjög væntum í bæði mat og drykk í Laugum Spa. Þau Kristján og Ósk draga á heppna vinningshafa alla 50 daga. FM 957 og Laugarspa. Fyrsta flokks heilsulind. Gjafabréf í Laugarspa. Tilvalin jólagjöf. Allt okkar pasta er gert á staðnum. Uno við Ingólfstorg. Túborg jólabjörnir á Krana og English Pub Reykjavík og Hafnarfirði. Lifandi tónlist. Pakkadagar hjá Thierry Verslun 7., 8. og 9. nóvember. Pakkadagar hjá Thierry Verslun Suðurlandsbraut 32. Optimum Nutrition heldur áfram að hækka standardinn. Platinum 3 er væntanlegt miðjan nóvember. Nánar á perform.is og Facebook. Í lífinu í dag. Nanna Bryndís Hilmarsdóttir, söngkona af Monsters and Men í forsíðuviðtali. Anna Þórunn Hauksdóttir vöruhönnur hannar borð með innblæstri frá súkkulaðiplötum. Greta Karin Gretarsdóttir, söngkona í LA með uppbólsflíkurnar úr fataskápnum. Sigrún Lilja í Gida Collection hannaði hinn fullkomna fylgihlut sem bæði er fallegur skartgripur og úr í senn. Þetta og meira til í lífinu sem fylgir fréttablaðinu í dag. Varst að hlusta á veðurfréttir? Nú er gott að vita til þess að á næstu þjónustustöð Shell getur þú slappað af inn í bíl eða inn á stöðinni á meðan þinn maður á plani fyllir á tankinn en þú greiðir sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Túborg og Smirnoff kynna í kvöld á Park. Lötusnúðurinn og ljúfmennið Jón Frí. Park, nýtt heimili íslenskrar dansmenningar. Þú fær North Face í útilíf. North Face er vinsalasti útivistafatnaður í heimi og ástæðan er einföld. Hann heldur á þér hita hvernig sem viðrar. Úrvalið er í útilíf. Þú ert að hlusta á Vaktina. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Og lagið er My Kind of Love. Þetta er fallegt lag. Já, hún er góð söngkona. Hún er góð söngkona. Og fínasta lag hjá henni hér, þið að hlusta á FM 95 Blöð sem eru á vaktinni þennan föstudaginn. Steindi verðin hér til 6, styttist í íslensk slúður. Akkurat. Er það krassandi í dag, Steindi? Það er krassandi. Ég er að fá rosalega mikið af tölvupóstum og svo er fólk svolítið svona að stoppa mig úti á götu og kristla mér hinn og þessu og já, ég verð að segja það að frá fjölskyldu og vinum, eða ekki? Jú, og þekktir einstaklingar í dag á Íslandi eru með allt niður sig, sakka þessu. Og þurfa líka bara að passa sig eftir að þú... Já. Sko, þau hafa, þekktir Íslandingar hafa haft það rosalega gott, því að það hefur ekki verið að fjalla svona... Nei. Hvað var maður að segja, svona... skítugur hlutir. Ég tók bara þá ákvörðun, það er bara hingað og ekki lengra. Já, þú líka bara segir allt, skilur þú? Já, ég bara segi það sem ég heyri, sko. Eins og ég segi, það er náttúrulega bannað að skjóta sendibúðan. Akkurat. En áður við förum í sko, herðu, talaðu um eitt. Ég hoppaði hérna út með hundina að leyfa henni að pissa. Pöllu? Já. Og það var sko umferðin. Það er svo mikil umferð núna. Það eru allir á leiðinni heim úr vinnu og svona. Já. Og ég sá bara svona, það var stemning í fólki. Fílaða. Það er líka föstudag. Rúðurnar voru niðri og fólk var að hlusta á þáttinn og það var svona stemmari, sko. Einhver fyllandi fílingur í liði? Já, það voru allir alveg Ég var með hugmynd að dagskrárið sem við gætum kannski farið eftir ef það er svona mikil umferð. Já, senda mig út. Já, hérna flautaði fyrir flík. Já. Þannig hvernig sem er flautað þá ertu að fara úr einhverju. Ég er náttúrulega kvefaður. Já. En ég gæti kannski ekkert inni eða? Þannig ef það er mikið flautað þá endar þau þarna svolítið illa, sko. Já, ég fer aldrei voru öllu.
Nei, ég er ekkert að biðja að vera á dyrabjöllunni þarna, en alltilega að fara kannski Það gæti alveg verið gaman, ég gæti kannski hoppað eitt undir hotn, ef það er tími, ef við ekki að segja það. Við skulum skoða dagskrárliðina. Það er alltaf svona í beinni, hvað ég segja, nei við bara hérna í beinni. Við skulum skoða flauta þessu flíka á eftir. En það er eins og það er komið að mér í stigagangnum, þú tókst á hann Njálginn. Já, þetta er bara minn uppáhalds dagskrárliður. Bara svona, ef ég þyrfti að velja svona all time uppáhalds, þá finnst mér, ég hef svo gaman þessu stegagangum, ég dýrk þetta sko. Men það máli? Já. Á ég að prófa hérna, já, ég ætla að vera með innflutningspartí. Þú ætlar að vera með partí, þú ert bara að fara, þú ert nýfluttur og ert bara að fara að halda partí út all in, eða ekki? Jú, ég ætla að ringja hérna á sama stegagang og þú varst á með þessa. Halló. Já, Anna. Já. Komdu sæl og blessu Bjarki heiti ég og var að flytja hérna í stegaganginn. Ég ætla nú bara að byrja á því að kynna mig. Og svo ætla ég að heyra í hérna nokkur svona nágrunn varðandi það að ég ætla að vera með innflutningspartí á laugardaginn. Þannig að þú myndir ekki láta þig bregða þegar lætin byrja, sko. Og ætla ég að hafa lætin langt fram að nótt, eða? Já, eða svona, við erum nú örugglega farin í bæinu 3:30, sko. Ekki fyrr. Það heyrist nefnilega svo rosalega mikið. Á hvað hæð ertu? Ég er á 3. Þú ert á 3. Já. Hvað er þú, Anna? Ég er á 3. Já, ok, þá er ég bara hérna rétt hjá þér. Ég er sko 3C. Ertu hérna í hotnýbúinu? Já, var að detta þar inn. Þannig, já, ok, þá áttu þú nú örugglega eftir að heyra hans í okkur. Já, herðu fyrst að ég var þá líka að vara, þú ert á 3. hæðinni, já, númer hvað ertu, segirðu? Ég er 3C, sko. Þú ert í 3C, já, þá held ég að sé ekki vitlaust að, hérna, að svona 12-leitið á takk hérna svona hanska og setur yfir reikskynjaran hér. Við erum með reikvél sem við setjum í gang á miðnætti þegar kveikindið og ammali eitt besti vinnu minn og kveikju á reikvélni og blöstum kösturunum, þannig að það er kannski fínt að setja gúmmihanska yfir reikskynjaran. Hver heldur eiginlega ég sé? Þið verður líka að taka tillit til sko mín. Já, enda er ég að því með því að hringja? Já, ég er sko sofnað á þessum tíma, þannig að Já, en viltu ekki bara henda gúmmihanskonum á reikskynjaran áður og fyrir að sofa? Nei, ég vil það ekki. Nei, annars fer hann í gang, sko. Já. Getur þið ekki bara hægt við þetta? Já, ég get bara slögt á fyrr á reikvélinni ef þetta er að fara í töðuna, en það kemur reikur fram á gang, sko, en hann ætti nú ekki að fara í nýbúðuna hér, en bara svona til öryggis ef hann fer inn hér. Þú mátt alveg slökka henni bara miklu fyrr. Nú, myndur þú freka kannski vilja ég myndi tala um Ólagir og fá fróðuvélina, hans eða? Veitu, hver ert þú með leyfi? Bjarki heiti ég. Myndur vilja, ég er bara að reyna að vera núna kamó, sko. Já. En myndur vilja það frekar, ég myndi fá fróðuvél. Þá kemur kannski smá sápa og eitthvað svona fram á gang, en það er engin reikur. Nei, Anna, annars er þetta bara pínu basic, sko. Það verða konni trúbátur á 9-leitið, ég set reikvélinn í gang á miðnætti, fróðu, diskoðu svona upp úr 1 og við erum farinir í bæinu 4, þannig að þú varst þá sem ekkert að vera að stressa þig. Anna? Nei, hún er farin. Var hún löngu farin kannski? Hún var löngu farin, það var bara einn í þessu. Nei, hún var ekki til í þetta glætan, hún var aldrei að fara að leifa að vera með þetta partí. Nei, hún var líka sko á sömu hæð. Svona vill ég hafa stegagangi, þetta var æðislega. En veistu hvað datt inn þarna? Mistökinu, ég átti að halda mig við reikvélina. Ég missa hana þegar ég fyrir fróðvélina. Var það ekki? Var það ekki orðið ómikið bull? Nei, aldrei. Það er ekki hægt að gangi við strikið í stegagang. En það er ekki hægt? Fróðvélin? Nei, þú varðst að koma með hann inn í þetta. Já, ok. Það sem ég finnst líka svolítið skemmtilegt er að þú veist, jú, það er náttúrulega skemmtilegt, en það er líka svolítið ljótt. En núna er hún bara á nálum, sko. Hún er bara Jesus, maður. Það verður bara allt í rugli hérna á. Já, ég þarf að láta hann að vita að það verði ekkert partí. Eða hafa hann að stressa það. Nei, hvað græðu við á því? Það er bara svona ekki neitt. Was Gucci my nigga? Was Louis my killer? Was drugs my dealer? What's that jacket, Margilla? Doctors say I'm the illest, cause I'm suffering from realness. Got my niggas in Paris, and they going gorillas, huh? I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. Fall so hard, motherfuckers wanna find me. Motherfuckers wanna find me. You are now watching the throne. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. These other niggas is lying, acting like the summer ain't mine. I got that hot bitch
Þetta lag verið í miklu uppáldi á mér síðustu mánuði og var ekki heyrt það lengi núna. Hún spilaði ekki eins og ég lokaði þetta í síðustu viku. Þetta þeir Jay-Z og Kanye West með Paris. Aha. En Steindi, það hins vegar komið að dagskvölið sem ég alltaf pínur hræddur við og það íslensk slúður sem alfarið þinn umsjá og ber ég enga ábyrgð á þessu slúðri hér í þessum þetta. Nei, og ég raunin sama með mig sko. Þú varst náttúrulega að segja það. Já, en ég held samt að það sé nú bara, þú veist, einhver þarf að segja það sko, en ég eins og ég segi, ég fæ náttúrulega bara tölvupósta og ég er búin að vera að fá rosalega mikið af tölvupóstum undanfarið og eins og ég sagði líka á hann, fólk að stoppa mig hér og þar og segja mig slúður. Já, vonandi að sé ekki allt og krassandi í dag. Nei, þetta, ég sko, eins og ég segja, þetta er nú bara sem ég er að heyra og fyrsta hérna, ég ætla nú bara að vinda mig beint í þetta. Já. Ég er svolítið spenntur að einmitt að svona heyra þín viðbrögð við þessu, af því að það má ekki gleyma að þetta getur verið satt. Hvað er með það? Siggi Hlöð, vinnur okkar. Hann er slúðurum? Hann er í fyrsta slúðumóla, en hann var að halda upp á barnaafmæli nú á dögum með prompi og prakt þegar sonur hans var 8 ára gamall. Ok. En afmæli var haldið á Kentucky, þetta er bara mail sem ég var að fá hérna, en afmæli var haldið á Kentucky og þú veist, og allir voða hressir. Kíkja á kennaran. Já, kíkja á Kenny og Siggi alveg með þetta og hann fekk staðinn til að hækki útvarpinu, þú veist, það var vitnað á staðnum, fekk staðinn til að hækki útvarpinu og byrjaði svona að dansa svona eins og í þáttónu sínum, fyrir strákana. Í sjónvarpsþáttunum? Já, svona alltaf hann alltaf dansandi svona. Já, var Siggi Hlöð að dansa fyrir strákana í barnaafmæli? Já, byrjaði að dansa svona fyrir strákana og allir, þú veist, þau voru gaman að því og svona. Bara stemming. Já. Og svo fór Siggi með strákana semst í rennibrautina. Það er alltaf svona, þú veist, svona einhver svona leiksvæði fyrir krakka að hann kenni. Já. Sem mjög skemmtilegt. Í Mosó þá? Já, í Mosó og niður í Norðlingarholtinu held ég líka og svona skemmtilegt svona fyrir ammæli og svona. Já. Sem er nú ekki frásögufærandi. Nema það að það er einhver sem kúkar í rennibrautina. Og það er alltaf algengt, það er algengt sko að það gerist svona hjá krökkunum. En vitni segja að þau hafi séð Sigga Hlöð hoppa út í bíl og fara í stuttbuxur. En það var í gallabuxum þegar hann var að leika við krakkana. Þetta er ekki bara kett, þetta er svona ballarraug. Nei, og þú veist, og svo var hann bara, þú veist, var gett vandralegur og svona hálf sveittur þegar hann kom inn og svo var hann að klíni sig þarna á einhvern 8 ára strák sem er vinur svona síns, skamman. Þetta er það sem ég er að fá og þetta vona ég að sinna bara ekki rétt, sko. En þú veist, hann geti að fengi í magan bara, fengi sér eitt singer og... Þannig að basically þú ert að segja að Siggi Hlöð hafi verið með barnaafmæli á Kentucky Fried Chicken og skíti í rennibrautina. Það er slúðrið hérna. Já, ekkert viljandi, þú veist. En hann fór í stuttbuxur allavega. Þvílíkt bull. Herru, næsta slúður, það er líka svolítið sláandi, en það er eins og flestir vita. Er þetta allt mjög gróft í það í dag? Nei, þetta er ekkert gróft, þetta er bara sem ég er að fá sent, sko. En þetta er hérna, já, eins og flestir vita, þá var Erfis nú á dögum. Já. Og, já, sem er nú ekki frásögufærandi. Nema það að hún Dóra Takefúsa vinkona okkar. Já. Hún tók upp á því að vera með smá skím, vera með smá túristakildru. Nú? Já, og byrjaði að selja svona, já, djamþystum útlendingum. Já. Alls konar svona gerfi eitulif. Nei. Jú, kókain og gras og svona og þú var að selja þetta á fullu við gesti. Farðu varlega núna. Já, veitu, og svo opnað þeir það, þá var það bara hveiti eða það voru gummibásar í þessu og eitthvað svona. Hún kemur þetta með status á Facebook, túristar eru svo heimskir, hveiti og gummibásar, 40 skall helgina, easy money. Þetta er á Facebookinu hennar. Steikt að segja frá þessu samt, en hún er að viðkjönda þetta, alveg 200 likes á þetta og bara akkur er þetta ekki byrja fyrr þegar þeir eru aðeins á Spáni, það er hellingur og svona kommentum við þetta. Já, ok. Þetta var að gerast á Erfis. Ég vil ekki gera þetta með það. Eins og ég segi, ég er náttúrulega bara sendibóðin þetta. Já. Síðan, já, heyrðu, ég fekk þetta hérna, þetta fekk ég. Hvað stóð, easy money? Easy money. Heyrðu, þetta hérna var ég að fá send, þetta er seinasti mólun í dag og ég fekk þetta send. Ég tek aftur fram, ég ber enga ábyrgð á þessu slúður hans Nei, veistu hvað, þetta hérna, það voru 3 náungar sem sendu mig þetta og þetta var allt sama sagan. Hvað er það? Og það er sem sagt af honum, það er uppistandarinn Jóhann Alfreð sem er meðlumur í uppistandshópnum með Ísland og aðri getur kannast við hann sem Óttar Bender úr Ólisauglýsingunum. Já. Varstu til þeim? Já, ég manni þeim. En hann skratti Danmörku nú á dögum. Já. Og það eru ekki margir sem vita það. Jóhann Alfreð er mjög flugrættur. Hann byrjaði að punda vel á sig á flugvellinu. Og var orðinn bara ofurölvi þegar hann steig upp í vél.
Ég ræði. Nei, þetta bara, ég fekk þetta, ég fekk 3 e-mail með þetta. Og hann satt við, hann var orðinn ofurölvi. Og hann satt við hliðina á konu sem er lítið barn, og hann var svona í miðjunni. Og hann var alltaf að reka við svona í lóan og setja svona við andliti á stráknum. Þetta var 5 ára gamall strákur. Og það var bara ógeðsleg lykt í vélinni og mamman pirruð og hann að hlæja þess og fullu og eitthvað. Svo bara flugfreyjunum teppið, og allir held að það væri bara að fara að sofa úr sér. Nei, þá byrja hann að væla í flugfreyjunum og koma undir teppið og fíblast eitthvað. Kotti Mile High Clubin baby, Mile High Clubin baby, segir hann bara trekkat inni. Og það var allt brjála, Svo læsir hann sinna á klósti, ángríns, og þar alveg allt flugið. Og þegar flugfreyjurnar á að pikka upp lásinn, þá liggur hann þar á gólfinu, og hann með félagann í lóanum. Þetta var íslenskt. Félagann í lóanum. Þú nælaðir í öllum snjallsíman í dag. LG G2. Nú nýjasti snjallsíminn frá LG G2 fáanlegur á Íslandi. Og að því tilefni komin léttur leikurinn á heimasíðuna fm957.is. Þú skráir þig með nafni, símanúmeri og ljósmynd af gamla símanum þínum sem þú nennir ekki að nota lengur. Og ef heppnin með þér færðu símtal frá FM957 að þú hefur unnið splunkunýjan LG G2 snjallsíma. Fylgstu vel með í þætti Péturs á FM957 frá klukkan 1 virka daga. En meðan á leiknum stendur verða gefnir margir glæsilegir aukavinningar. FM957 og LG G2. Við lærum af þér. Geimstöðin kynnir nýja og stórglæsilega verslun í Smáralind. Komdu og pröfaðu leikina við bestu mögulegu aðstæður í sérstöku leikjaherbergi okkar. Geimstöðin Smáralind og Geimstöðin Kringlunni. Velkomin aftur. Staðan í spurningakeppninni Þú á móti netinu er 3-0 fyrir netið. Fá næstu spurningu. Í hvaða ból varstu í útskriftaferðinni 2009? Ég veit það ekki. Pass. Netið, ert þú með þetta? Hún var í appelsínugulu og hlýraból frekka flegnum. Það var rétt. En hvað kallaðu fyrrverandi yfirmannin í bloggfæslu fyrir 3 árum? Ég man það ekki. Pass. Netið? Hún kallaði rasshaus og apaheila. Rétt hjá þér, netið. En nú er spurt. Hvað varð sjálfsmyndina sem þú tókst inn á klósetti þegar þú varst að reyna við þinn fyrrverandi? Ég veit það ekki. Netið, þú hefur 3 sekúndur til að svara. Myndin endaði sem netborði á stefnumótasíðu. Og það var rétt. Staðan er 6-0. Netið gleymir engu. Verum meðvituð þau stafrænu spor sem við og börnin okkar skiljum eftir. Þú finnur góð ráð og leiðir á Vodafone.is. Vodafone. Hitaðu upp fyrir Hunger Games með því að sjá Starving Games. Huge James. Is there a huge James here? Brjálæðislega fyndin grínmynd sem þú vilt ekki missa af. Starving Games. Komin í bíó. Optimum Nutrition heldur áfram að hækka standardin. Platinum 3 er væntanlegt miðjan nóvember. Nánar á perform.is og Facebook. Nú færðu fulla þjónustu á næstu Shell-stöð en greiði sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Þú fær North Face í útilíf. North Face er vinsalasti útivistafatnaður í heimi og ástæðan er einföld. Hann heldur á þér hita hvernig sem viðrar. Úrvalið er í útilíf. Jólaundirbúningurinn hefst í Bíkó. Mikið úrval af jólaseríum og jólaljósum fyrir hátíðarnar. Bíkó, búðu betur, borgaðu minna. Fréttablaðið er Helgarblaðið. Dætur Hemma Gunn, þær Sigrún, Edda og Eva Laufey vöndust við að fullvöxtum systkinum fjölgaði með árunum. Kolbrún Benediktsdóttir saksóknari elskar starfið sitt þótt málin sem hún sækir séu oft óhugnanleg og erfið. Hún lítur björtum augum á tilveruna þrátt fyrir missi fyrsta barn síns og veikindi hinna tveggja. Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger bárust lengi á banaspjót en leika nú í fyrsta sinn aðalhlutverk í sömu myndinni, Escape Plan. Ragnheiður Skúladóttir stýrir leikfélagi Akureyrar út úr holskeplu skulda, auk þess að ala upp leikhúsfólk framtíðar. Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi. Pakkadagar hjá Thierry Verslun 7., 8. og 9. nóvember. Pakkadagar hjá Thierry Verslun Suðurlandsbraut 32. Þú ert að hlusta á vaktina. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi.
já, 10 mínútur eða við Steindi förum heim. Við erum ekki alveg farnir strákarnir. Herru, tíminn, hann flýgur frá okkur. Já, þetta fljótt að liða. Við erum búin að sitja hérna síðan 4 í FM 95 Blö, með FM 95 Blö á vaktinni. Á vaktinni. Við erum búin að sjá þessa vakt, strákarnir. Já. Herru, hvernig fannst þið slúrið? Þetta sko... Ég held ég sé búin að taka 3 eða 4 fram. Ég ber enga ábyrgð á þessu bölli sem kemur hérna fram. En ég verði náttúrulega að fá að taka fram að ég gera ekki heldur, sko. Ekki? Nei, þú veist, ég náttúrulega bara að lesa tölvupósta. Sko, ég átti erfitt með að ég heyrði ekki einu sinni alveg í síðasta slúri. Ég byrjaði að hlæja svo mikið. Leiðu að Jóhann Alfreð og byrjaði að punda á sig drikkjum og leiðan upp í flugvél. Já. Þá vissi ég að þetta yrði ykkur horfbjóðafræðagreið. Já, ég vona innilega hans vegna að þetta sé nú bara eitthvað vitleysa, sko. Já, þetta sé lígi. Já, þetta náttúrulega ekki hægt, sko. Já, en hvar heyrður þetta? Ég fekk mail. Það fekkst mail, já? Já. Ok. Þannig að, hverju voru áttur í slúðupakka dagsins? Það var Siggi Hlöð. Já, Siggi Hlöð. Já, Dóri taka Fúsa, það var líka, já, ok, við þurfum ekkert að ræða. Og svo var það Jón Alfreddi, gamli, Jóhann Alfreð. Já, Jóhann Alfreð. En hvernig er helgin hjá Steinda? Herðu, hún er nefnilega frekar róleg. Það er verið að, nú er verið að undirbúa skaupstökur. Já. Það er bara ítt á rekk á þriðjudaginn. Og, já, má skúpa því að, serð þú bara lagið eða? Er það svona Steindalag í skaupinu núna? Í lokalæði? Já, það má eiginlega alveg skúpa því. Ég veit ekki hvort það megi skúpa reyndar. En en ég verð allavega partur að því, segjum það. Já, ok. Og það er og það er bara búið að vera rosalega gaman að skrifa þetta með þessu fólki. Þetta er alltaf miklu snillingar og Finn mikil vinna í að skrifa eitt áramótaskaup? Já, það er nefnilega svolítið, það er svo margir sem halda að þetta skrifi sig alveg sjálft, sko, sem er náttúrulega alveg langt frá því að vera rétt, en það sem við ætlum að gera, sem ég er eiginlega svona stoltastur af, er að pólitíkin verður í algjöru lágmarki. Já. Og það er bara skemmtilegustu skaupin. Það er þannig og það er bara svo margt og mikið af fyndnum og skrítnum og skemmtilegu hlutum sem bara hafa verið að gerast árinu, að það þarf ekki að tróðfylla þetta bara af einhverju pólitíku sem að rífa kjæft, sko. En það er náttúrulega líka, það er mjög erfitt að gera öllum til geðs. Já, akkurat, og þess vegna vill ég líta á þetta sem bara, þetta er 50 mínútur þáttur. Já. Þetta er bara 50 mínútur skemmtið þáttur. Já, ég skaupið 50 mínútur. Já. Og þetta er bara skemmtið þáttur fyrir... Vel valtur þegar það kemur að því, maður veit ekki alveg tíma. Ég treysti mér, ég verð búið með nokkra fyrir þetta skoð. En eins og ég segi, þá er það er alltaf helmingurinn sem er alltaf brjálaður og hinn helmingurinn ekki og svona. Og það sem ég er bara verið að segja fólki að þessi fíluðu skaupið í fyrra, þeir mun ekki fíla þetta. Það er bara þannig? Það er bara þannig, að því að skaupið í fyrra fannst mér lélegt. Þið fannst það lélegt í fyrra? Já. Þú segir það bara hér? Ég segi það bara hreint út og það er bara að standa og falla með því. Og þetta verður bara mjög skemmtilegt og já, og bara, þú veist, og líka skaupið á ekki að vera alltaf eitthvað skildu áhorf. Fólk á að vera spennt fyrir skaupið. Já, það er það skemmtilega skaupið. Það er alveg sama hvort það hefur verið lélegt í fyrra eða gott. Ég er alltaf spenntur fyrir því. Það er alltaf familjan heima og allir tilbúnir og svo er maður að fara að skjóta upp leið og það er búið. Veistu hvað, ég er að spáði að taka núna og skjóta upp eins og maður. Ég hef aldrei, ég er svona ekta kaupaði bombur. Ég er að spáði hendi. Hvað ert alltaf á áramótunum? Mæju systir. Já, þú ert alltaf, það er family time, hvenar og hvað gerur þú svo? Ferðu svo, þú komst nú í Mosó í fyrra? Já, ég kom í Mosó í fyrra. Annars er ég oftast bara þar. Ef við ekki að taka Mosó áttur? Að það sé orðin hefð hjá mér? Já. Nei, ég er góður, sko. En það er hins vegar komin tími á lag sem að var föstudagslagið í síðustu viku. Þá kom Sverrir Bergmanninga til okkar og breytti laginu Kumela og mér finnst það flott, ég er að spila það hér aftur. Svo er að lagið á leiðinni heim hér á eftir, en fyrst... Herðu, býttu nú við. Má ég fá að velja það? Skoðum það. Ok. Þetta var föstudagslagið í 2 ára afmælisþætti FM 95 Blö. Það er með Daysleeper en eins og ég sagði, í nýjur útgáfu hér með Svessa. So crucial, an eternal life, praise all that it holds. One drop of elixir at last, peace of mind, wash all sins away. Þetta er föstudagslægið frá því síðustu viku í, eins og ég sagði, 2 ára afmælisþætti FM 95 Blö. Sverrir Bergmann með Kumela.
Gamla Daysleeper-lagi, varst þú Daysleeper aðdáandi? Þú náttúrulega þekktir ekkert Svessa þá. Nei, en þú veist, ég man samt alveg eftir Daysleeper og svona, en ég var samt ekkert, nei, ég held að ég hef verið bara svona eitthvað úlingur með attitude, sko, bara hlusta á rap og... Já, varst ekkert að fíla Sverrir Bergmann og Daysleeper? Nei, ég pottet fíla Svessa, sko, en ekki kannski... Jú. Ekki Daysleeper? Nei, þú varst að segja, ákveður þetta taka tilbaka. Nei, en ég er búin að þroskast svo mikið með árunum að ég fíla Daysleeper í dag. Já, ok. Það er nefnilega málið. Þú ert fæddur hvað, 80 og... En þegar Svessi syngur, þá bræðir hann mig. Já, hann er góður syngur. Hann bræðir mig. Þú ert ekki fæddur 85? 84. 84. Næstu 80, ég átti að fæðast 1. janúar 1985. Já. En ákvaða komast í heimi 9. desember 84. Bara eina skiptið á æðinu sem ákst að flýta þér. Já. Seina og geð. Já, þetta var eina, já, akkurat. Og þú verið sett síðan. Það er kannski ástæðan fyrir því að ég sé alltaf sett. Já. Af því að ég var svo djöfulli tímalega að það í byrjun. Svo snöggur í heiminn. Já. En byrjuðu hérna, já, þannig að þú hataði Daysleeper og 70 mínútur kannski líka sem úlingur. Nei, ég horfði mikið á 70 mínútur. Og ég hafði mjög gaman að ykkur. Hvað er þetta? Akkur, viltu fá svona einhverja drullleifið þig? Á ég að segja og sérstu ömurlegur og... Nei, ég er að tala um að þú varst Red Bull úlingur. Nei, ég var góður úlingur. Nei, ég hef náttúrulega heyrt sögur, sko. Nei, ég hlusta. Dóri DNA og Bento þeirra hafa sagt mér nokkra sögur að það varst úlingur. Ég hlusta á smá hiphop. Crazy. Hlusta á hiphop og fóð mikið fyrir mér, en ég var alltaf kurtis, sko. Ok. Ég er enda trúi. En það er komið á lokum hér hjá okkur í dag. FM 95 Blöð kveður þennan föstu daginn. Þetta er búið að vera virkilega þéttur þáttur. Gaman að vera með þér hérna auðvun í stúdíónu. Eins og ég sagði í byrjun þáttar, ég var búinn að sakna hlustenda gríðarlega. Já. Og gaman árum með ykkur í dag, Steindi, alltaf gaman árum með þér. Verð alveg honest, heldur að Sakja Dick komi aftur? Nei, ég veit ekki. Ég veit ekki hvort að Sakja Dick komi aftur. Glæsilegu dagskrárliður, glæsilegu. Sko, ég er ekki viss um það. En það verða 2 harðir næsta föstudag, ekki missa því. Og svo verður Steindin mættuninga aftur eftir 2 vikur. Steindi, takk æðislega fyrir daginn. Sömuleiðis. Takk fyrir hlustunina, kæru hlustundur. Heyrumst eftir viku. Skrítið að segja heyrumst ekki á mánudaginn. Já, heyrumst eftir viku. Ég segi það alltaf. Já. Heyrumst eftir viku og... Þú er nú að koma og létta vel að þér þá, maður. Já. Það eftir að gera smart. Vonandi gerist margt þessa viku. En við ætlum enda á laginu á leiðinni heim og já, ég held að fólk sé að það eru margir að núti og þetta er vanið því. Má ég spyrja hennu, ert að fara að reka fólki í ríkið með þessu lagi? Já, ég held að. Okay. Allavega einhverja að núti. Það er einhverjir á Honda Civic núna. Já, sem eru 50-50 með kvöldið. Það er mökka í ríkið. Þetta er lag sem við byrjum alltaf föstudagsþáttinn á en við ætlum enda núna. Þú fær North Face í útilíf. North Face er vinsalasti útivistafatnaður í heimi og ástæðan er einföld. Hann heldur á þér hittap hvernig sem viðrar. Úrvalið er í útilíf. Velkomin aftur. Staðan í spurningakeppninni Þú á móti netinu er 3-0 fyrir netið. Fá næstu spurningu. Í hvaða ból varstu í útskriftaferðinni 2009? Ég veit það ekki. Pass. Netið, ert þú með þetta? Hún var í appelsínugulum hlýraból frekka flegnum. Það var rétt. En hvað kallaðu fyrrverandi yfirmannin í blokkfæslu fyrir 3 árum? Ég man það ekki. Pass. Netið? Hún kallaði rasshaus og apaheila. Rétt hjá þér, netið. En nú er spurt. Hvað varð sjálfsmyndina sem þú tókst inn á klósetti þegar þú varst að reyna við þinn fyrrverandi? Ég veit það ekki. Netið, þú hefur 3 sekúndur til að svara. Myndin endaði sem netborði á stefnumótasíðu. Og það var rétt. Staðan er 6-0. Netið gleymir engu. Verum meðvituð þau stafrænu spor sem við og börnin okkar skiljum eftir. Þú finnur góð ráð og leiðir á Vodafone.is. Vodafone. Hitaðu upp fyrir Hunger Games með því að sjá Starving Games. Huge anus. Is there a huge anus here? Brjálæðislega fyndin grínmynd sem þú vilt ekki missa af. Starving Games. Komin í bíó. Skífan hefur opnað nýja og stórglæsilega verslun í Smáralind. Komdu í heimsókn. Skífan Smáralind og Skífan Kríunni. Hvað finnst þessa? Er hún nógu ljót? Já, elska mín, ég er eiginlega alveg viss það að þú vinnur ljótustu jólapeysuna í ár. Taktu mynd og settu inn á jólapeysan.is. Vertu með og styrtu mannréttindi barna. Barnaheill Save the Children á Íslandi. Síðustu dagar lagarsölu, Íleipún og Birnu, ármúla 21. Amino Energy fæst nú í Netto og völdum verslunum samkaupa land allt. Þú ert að hlusta á vaktina. Topp tónlistarstöðin. FM. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.